Góðan dag og velkomin í Gunnhann Brasar. Gunnlaug Hannesdóttir heiti ég og ég vinn og hanna undir merkinu Gunnhann. Þið finnum mig bæði á Instagram og Facebook undir því nafni. Ég talaði það seinast, ég ætlaði að vera svona aðeins duglegri að setja inn á Instagram myndir af því sem ég að gera og ég hef búin að vera duglegri við það. Það hafa komið svona nokkrar myndir frá mér núna síðan seinast og það bara, nú þarf ég bara að halda því áfram. Ég hef aðalega verið að hekla núna undanfarinn halva mánuð. Ég er búin að sjá það að það fer ágætlega í hendurnar á mér. Þegar ég var búin að ákveða að mér langaði að hekla teppi og þá sagði, nei, nú ætla ég að prófa eitthvað nýtt. Ekki bara að gera einhverja ömmudúllur og þurfa að sauma þær saman og svona. Ég er búin að gera nokkur þannig. Heldur vildi ég, prófa eitthvað öðruvísi. Og ég fór í heklbók eftir hana Tinnu og fann þar eitt sem mér leist bara ágætlega á og ákvað að gera og þetta nú frekar einfalt og ég byrjaði, fann gadd og byrjaði og þá var þetta gadd sem hendaði, hvað segir maður, heklunál nr. 3,5 en þegar ég var aðeins, svona byrjuð á fyrstu umferðinni þá sagði nei Gunnlaug, þetta nennir þú ekki að gera, þú verður ár og öld að þessu. Það var þetta svo fínlegt og þétt, þannig að ég ákvað, nei, nú hef ég 2 þræði. Og ég ákvað að hafa ljósgráan í öllu teppinu og svo myndi ég skipta litina sem færi með. Og ég byrjaði aftur og þá notaði ég heklunál nr. 4,5. Og ég var búin að gera svona bara pínu eitthvað bút og þá sá ég að þetta var ennþá svolítið þétt. Þetta lá við að væri skothelt og ég sagði, þetta var nú kannski ekki mjög þægilegt að liggja undir þessu teppi, það svona var ekki eins þjált. Þannig að ég rakti það upp og byrjaði aftur og þá á heklunál nr. 6 og það var allt annað. Þannig að þá bara hélt ég áfram og búið með teppið. Og það er, skulum sjá, eins og við sjáið þá eru þetta alls konar afgangar sem fara í þetta, alls konar litir og ég var ekkert búin að ákveða fyrirfram hvernig ég ætlaði að hafa þetta raðað upp og ég vissi svo sem ekki heldur fyrirfram hversu mikið gagn ég myndi þurfa að nota í þetta en það fer alveg þó nokkuð mikið og ég var alltaf að koma hingað niður í vinnuherbergi og finna mér fleiri og fleiri liti og fleiri hnykla þannig að það í svona stórt teppi þá fer bara ansi mikið sem að ég er náttúrulega bara mjög ánægð með. En eins og þið sjáið, ef maður hefur svona einn þráð alltaf með, að þá tengir það svona saman litina. Þá verður ekki eins svona skörp skil. Og ég ætla að taka mynd af þessu og setja það hérna. Við kemur það alveg að það kom nokkru sinnum fyrir að mér langaði eiginlega bara að henda þessu út í horn og hætta. Ég var orðin svolítið leið á þessu en nei, ég skildi klára þetta og ég gerði það. Þannig að ég er bara ánægð með það. Það er líka svolítið einfalt að hekla þetta, maður telur bara 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Það er ekki mikið sem maður þarf að hugsa en auðvitað tókst mér nokkru sinnum eitthvað að ruglast í þessu og þurfti kannski aðeins að bakka en það er bara partur af þessu. Ég kláraði þetta sem sagt núna í vikunni og svo er ég á leið í sveitina núna helgina. Það er föstudagur núna, ég er að taka þetta upp og ég verði að taka eitthvað með mér til þess að vinna þarna helgina. En ég vissi ekki alveg hvað það ætti að vera. Svo einhvern veginn, ég nenni ekki að prjóna, best ég bara byrja á öðru teppi. Þannig að ég er byrjuð á öðru svona teppi
og þá er ég að ekki nota tvöfalt garn, heldur fór ég í garnið sem ég á sem er svona grófara og er að hekla úr því og er aðeins byrjuð. Þetta er komið svona. Og nú ákvað ég að taka saman allt garnið sem að passaði í þessari prjónastærð og litaskipta þessu. Þannig að ég setti dokkurnar bara í röð á borðstofuborðið hjá mér og svona setti, já, í hvernig röð ég ætlaði að setja litina. Þá þyrfti ég ekki að vera að spá í það leið og ég væri að hekla, heldur var ég búin að ákveða þetta. Og líka þegar þetta er bara svona einn þráður, eins og ég var að tala þú veist, þegar ég nota gráan þráð í þetta og þá svona tengir það aðeins, það er ekkert sem tengir litina við og þá fannst mér svona betra að vera búin að sjá fyrst áður en ég byrjaði svona hvernig litirnir myndu koma út. Þegar ég var búin að leggja þetta svona til, að þá dró ég bara garn í gegn, eða sem sagt þræddi bara garnspotta og dró í gegnum allar hnyklana og hespurnar. Þannig að nú veit ég alveg, þá er þetta fast núna í garnspotta og nú veit ég alveg hvaða litur er næstur í röðinni. Og ég held að það muni þá bara ganga vel. Ég satt fyrirlestur á miðvikudaginn og vissi að ég myndi sitja þar í 2 tíma og hlusta og það er þannig að þegar ég sitt á fyrirlestrum eða fundum eða eitthvað þá finnst mér miklu betra að hafa eitthvað í höndunum. Ég næ meira að einbeita mér að því sem er verið að segja, annars kannski fer hugurinn svolítið á flug og ég nennti nú ekki að fara með teppið af því að það var orðið svo stórt og mikið. Þannig ég sagði, já, býttu hvað á ég að gera og ég var byrjuð á einni svona körfu. Þannig ég ákvað bara að taka hana með og halda áfram með hana. Ég var bara svona rétt byrjuð svona smápart af botninum. Þannig að ég fór að gera þessa og fann svo að þetta tók svolítið mikið í hendurnar. Af því þetta er náttúrulega miklu þéttar heklað heldur en teppið. Þannig að það var of mikið að setja þennan fyrirlestur og vera að hekla þetta, þannig ég fann svolítið fyrir því eftir á. En nú ætla ég bara að taka svona 1 og 1 hring, þannig að ég geti klárað þessa körfu. Ég verður bara að gera það í rólegheitum, engan asagang. Ég sýndi ykkur fyrir svona mánuði síðan bútasaum sem ég hef verið að vinna og var þá að tala að þetta upphaflega ætlaði ég þetta sem bakstykki á teppi sem að ég hafði gert fyrir löngu síðan en fann ekki sem sagt framstykkið. Ég fann ekki þetta sem ég var búin að gera fyrir mörgum árum og já, sama hversu vel ég leitaði að það bara fannst ekki. En ég ákvað bara að byrja og nú er ég búin að finna þetta framstykki. Og það er þetta Skulum sjá. Það er svona. Og eins og þið sjáið þá er þetta mjög svona ljóst og og ekki sterkir litir. Þannig að teppið sem að ég gerði svo sem ég ætlaði sem bakstykki, það var þetta að mér finnst það náttúrulega engan veginn passa. Þegar ég var búin að vinna þetta að þá hugsaði nei, þetta er alltof dökkt til þess að passa við þetta ég vissi að þetta væri svona ljóst og ákvað þá að gera bakstykki bara annað. Og ég er svona að vinna í því það er nú ekkert voðalega gott að sýna þetta hvernig er þetta? Svona, það er ekkert voðalega gott að sýna þetta svona haldandi á því, það er betra að taka mynd. En þetta er þá
úr svona bútum og renningum sem ég fannst ekki passa við þetta hér. Og ég hugsaði, nei, ég ætla ekki að fara að setja þessa búta eins og þennan og þennan. Ég ætla ekki að setja þetta bara aftur í kassan og nota þetta einhvern tíma seinna. Nú ætla ég bara að nýta þetta. Þannig að sjáu, þetta eru svona alls konar bútar og renningar. Þannig að ég er að vinna í þessu og er nánast búin með þá stykki númer 2, en er hérna með, það vantar svona cirka 30 cm upp á það og það er passlegt að ég á hérna þessa hér, sko sjá, svona, sem eru svona cirka 30 cm. Þannig að nú er ég búin að finna til efni hérna, svona búta sem ég ætla þá að setja á milli. Þá kemur þetta hérna og einhverju bútar, renningar, eitthvað, ég á eftir að finna það út. En allavega þá get ég klárað þetta bakstykki. Og svo fór ég að hugsa hvort þetta yrði kannski bara 3 teppi. En ég held að það sé nú kannski of mikið. Ég held ég ekki þörf á því og hérna ætla bara að halda mig við þetta upphaflega að gera fram- og bakstykki svona mjög litrík. En þegar ég fann þetta hérna, að þá mældi ég það upp og það er svolítið langt. Það er sko 135 cm breitt og 2,20 á lengd. Þannig ég veit ekki alveg hvað ég var að hugsa þegar ég var að gera þetta. En 2,20 er náttúrulega alltaf langt. Þannig að ég er svona að spá ég er svona að finna út af þessu hvernig ég tek þetta bara í sundur í miðjunni eða eitthvað, ég veit það ekki alveg. Ég þarf að hugsa þetta. En ég ætla að klára þetta. Þetta verður að teppi. Þannig að í sumar þá mun ég klára þessi 2 teppi. Og ég á hérna slatta af bómullarvatti sem ég hafði keypt einhvern tímann svona góða pakningu af og ég bara ætla að nýta það í þessi teppi. Vonandi er þetta nóg fyrir bæði. Ég veit ekki alveg með það verður bara að koma í ljós. Ég vil helst ekki þurfa að kaupa neitt inn í og hérna, það kemur í ljós. Seinustu helgi þá var saumaklúbburinn minn búinn að skipuleggja ferð austur fyrir fjall. Við vorum búin að bóka okkur gistingu á Hótel Selfossi og gista þar eina nótt. Þegar ég og vinkonu mín vorum að skipuleggja þetta þá datt mér í hug að koma við á einu stað á námskeiði. Þannig er að á Eyrarbakka er nýbúið að opna stúdíó og þar ræður ríkjum hún Sigrún og stúdíóið hennar heitir Skrúfan. Hún er nýbyrjuð, búin að opna þetta stúdíó sitt og byrjuð með eitt námskeið sem er blómahengi, að hnýta blómahengi og mér datt í hug að við myndum byrja ferðina þar og áður en við færum á Selfoss og hafði samband við Sigrúnu og það var bara hið minnsta mál. Þannig að við fórum nokkrar, reyndar urðum við færri heldur en við ætluðum í upphafi. Við vorum reyndar bara 3 þarna hjá henni. Svo bættist í hópinn á Selfossi, það voru ekki allar sem komust þetta snemma á laugardeginum. En þetta var rosalega skemmtilegt og gaman að vinna þetta undir stjórnuna Sigrúnar og óbáslega bjart og gott húsnæði, góðar viðtökur. Sigrún er svo hlý manneskja og svona, þannig að það var svo gott að vinna þetta.
Já, þetta var mjög skemmtilegt og gott að koma til hennar Sigrúnar hérna í skrúfuna og ég mæli með því að þið fylgið henni bæði á Instagram og Facebook undir nafninu Skrúfan til að sjá hvað hún mun hafa svo í boði seinna. Af því að hún er með miklar hugmyndir fyrir þetta húsnæði sitt og fyrir þetta fyrirtæki sitt. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með og ég veit að ég á eftir að fara þangað aftur. En það sem við gerðum sem svona blómahengi og höfðum úr nokkrum litum að velja af garni. Ég reyndar ekki með pott í þessu. Það var svolítið skemmtilegt að rifja þetta upp. Mörg ár síðan ég hef unnið við svona hnýtingar. Þetta er einfalt verkefni og allir geta gert þetta. Þannig að maður þarf ekki að hafa prófað neitt hnýtingar áður. Svo datt mér líka í hug að taka viðtal við Sigrúnu starfsemina hennar þarna á Eyrarbakka og hún tók vel í það, þannig að við bara skelltum okkur í það. Ég var reyndar ekkert búin að undirbúa það neitt, þannig að þetta er bara frekar stutt viðtal. Hún er svona rétt að byrja með þetta starfsitt þarna, þannig að ég hugsa að ég fá að koma til hennar aftur, taka annað viðtal við hana þegar hún er svona komin betur á stað og fá að heyra þá svona hvernig gengur og hvað er svona að gerast þarna hjá þeim á Eyrarbakka. Þannig að það er bara mjög spennandi og ég veit að þetta mun ganga vel hjá henni. Ég er komin hérna á Eyrarbakka, þar sem að smiðjan Skrúfan er til húsa. Og hér er Sigrún Þuríður Runólfsdóttir. Hérna er hennar höll, segir mér ekki bara. Þetta er höllin mín. Og ég var sem sagt að klára hérna námskeið í að gera svona hengi. Þú varst að gera þetta? Já, úr makramé. Ég og vinkona mína, við vorum hérna að klára. En bara til hamingju með þetta húsnæði, Sigrún. Takk fyrir, kærlega. Þetta er bara alveg frábært. Já, takk fyrir. Ég er ótrúlega hamingjusöm með þetta. Ég ætla aðeins að fá að taka bara svona smá hring. Endilega. Af því að hér er nú ýmislegt. Þú ert aðalega í þá endurvinnslu og svoleiðis, eða endurnýtingu. Já, ég er að reyna að vinna úr umhverfisvænu hráefni. Já. Svo ég get. Ég er svolítið sjálf að föndra og búa til alls konar úr kannski einhverju sem er annars rusl. Það er svona eitthvað sem ég er að gera myndi skemmtunar. En svo ætla ég að vera hérna með smiðjur, skapandi smiðjur, þar sem fólk getur komið og skapa sjálft undir handleiðslu. Já. Og þar verð ég með svona umhverfisvænan efni við. Og eins og hérna í þessum hengjum, Já. þetta er endurunni garn frá vefversluninni Marr. Já. Og ég ætla svona að leitast við að reyna að traðka eins lítið ég get á umhverfinu en að hafa gaman á sama tíma. Já, frábært. Og þú ert svona að byrja, þetta er svona að byrja hjá þér, Algjörlega. Þú ert svona nýbúin að koma þessu í gagnið hérna, húsnæðinu og svona. Já, algjörlega. Ég er búin að vera svolítið undirbúningur. Já. Og það tók lengri tíma en ég reiknaði með. Eins og gerir alltaf. Já, móta hugmyndina og bara að setja þetta allt saman upp. Já. En núna loksins er ég búin að opna. Já. Og gerði það núna fyrir viku síðan. Já. Og óbúslega gaman að vera komin þangað. Já. Og ég bara stefna á að hafa þetta og skemmtilega dagskrá hérna í skrúfunni. Já. Það verði hérna bara í rauninni einu takmarkanirnar eru bara að þetta sé eitthvað jákvætt sem fari hérna fram og sem skaðar ekki fólk eða umhverfi. Nei. Og þú varst líka að tala um sko að þú ætlar að fá aðra inn, sem sagt. Akkurat. Ég ætla að fá svona ýmsa aðila til að koma og vera með skemmtilega smiðjur. Bæði fyrir börn og fullorðna. Ég ætla líka að opna hérna skrúfuskólan í sumar sem verður svona sköpunarskóli fyrir börn. Já, ok.
Þannig að það er bara alls Já. konar sko í bígerð Já. og svo koma náttúrulega alltaf nýjar og fleiri hugmyndir. Já. Og ég vil Og bara þær vantar ekki. Nei, það vantar ekki. Það vantar ekki. Ég vil bara hafa þetta fyrst og fremst svolítið lifandi. Já. Og bara fólk komi og líði vel. Já. Bara komi og læri eitthvað í leiðinni, læri eitthvað skemmtilegt, komi og stoppi kannski í 2-3 tíma, eigi bara gæða stund. Já. Og það er svo auðvelt að eiga gæða stundi bara að vinna í handverki. Algjörlega. Og þó maður hafi ekki prófað að það geta allir. Það er ennbla máli, það geta allir. Eins og varst að segja, sko, hinga koma, þú veist, kemur fólk og bara ég get ekkert í þessu og eitthvað svona. 10 þumabuttar. Já, 10 þumabuttar og svona. En svo fer það stolt út með blómahengi til dæmis. Og það verður allir svo ánægir þessi, það geta allir lært, það geta allir haft gaman að og þetta er eins og bara besta hugleiðsla. Bara fer vel með sálartetri. Já. Ef við ætlum að fylgja þér. Já. Og þá ertu hvar? Þá er ég á Instagram og Facebook, Skrúfan heiti ég. Og svo er reyndar heimasíða í vinnslu sem verður mjög aðgengileg og snillingur sem er að vinna hana fyrir mig. Vonandi opnar hún bara innan skamms. En þangað til, þá er það Instagram og Facebook. Og þar er ég að reyna að vera duglega að setja inn. Já, og þú ert líka svolítið duglega að setja inn svona að þú farið einhverja hugmyndir að einhverju, endurvinnsluverkefnum og hvernig þú ert að gera. Það er ekki bara mynd af hlutnum, heldur líka ertu að sýna. Þannig að þú ert með alveg kennslu. Jú, svona aðeins svona vídeo og myndir. Ég er að reyna að hafa þetta svolítið skemmtilegt. Fyrst og fremst, bara koma inn einhverju skemmtilegu hugmyndi hjá fólki og það er oft þetta að nýta hlutina og alveg alls konar máta. Það er bara sky is the limit. Það er mitt. Frábært. En þetta er bara spennandi og það verður gaman að fylgjast með. Takk fyrir, bara gaman að fá þig hérna í dag. Takk fyrir að koma til mín, yndislegt að fá þig. Takk. Takk. En ég ætla að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að horfa og við sjáumst eftir hálfa mánuð.